sló í gegn eins og karate Rúla tjúft, ég tek alla með Bærinn og ég, það sama sem Og ég man ekki hvernig það tapa Ég með keðjum til treyjunni Og með pening í teyjunni Fyrir liði mitt Ég bærinn, ég Breiðablik Metallígjur á mér svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Ertu inn eða úti? Komið þið sælir líka, nær og fjær og verið velkomin í seinni hluta uppbytunar á móti Aberdeen sem að verður úti á fimmtudaginn. Í uppbytun í dag fáum við til okkar góðan gest. Við sjáum betur það á eftir. Við kíkjum á leikinn sem var á síðasta fimmtudag. Heilsum upp á Copacabana sveitina sem hittust á Ölveri fyrir leik og við sjáumst úr síðustu leikjum Breiðabliks og Aberdeen. En við skulum byrja á Copacabana sveitina. Já, komið sælir blikar nær og fjær. Við byrjum uppbytunum okkar seinni hlutan hér á Ölver. Hér ætlar Copacabana sveitin að koma saman og vera með læti og svo náttúrulega að vera ennþá meiri læti niður á Laugardalsvelli þegar við förum þangað á eftir. Við skulum aðeins kíkja á það núna. Komið inn. Já, þetta var geggjaður stuðningur frá Copacabana og gaman að sjá jökulinn koma frá Reyðarfirði með flugi. Ellert Reynsson, hann búinn að spila fyrir okkur Blika 179 leiki og skora í þeim leikjum 40 mörk. Komið þér þetta á óvart? Að skora 40 mörk? Já. Hvað þá? Að hafa spilað 179 leikir fyrir Breiðablik? Já, 179 leikir. Þetta er nú töluvert. Já, það er rétt. Þetta er tölvöld leikjum. Ég líka ljósið þess kannski að ég fór líka annað í smá tíma og kom aftur. Svona sætasta eða besta, fallegasta eða eftirminnilegasta markið sem þú skorað? Já, ég myndi segja að þetta væri nokkuð auðveld spurning. Hugurinn leita strax í markið á móti Sturm Graz úti sem tryggði okkur áfram í Evrópukeppninni. Það var virkilega ljúft og var 1-0 sigur. Þannig að það mark er klárlega svona, ég er efst í huga. Það var stundum hasar í leikjum á milli þessara félaga. Já. Og mér langar að sýna þér eitt atriði hérna. Skulum kíkja á það. Allir með spyrnuna en Finnur Orri Margeirsson skallaði þetta í burtu og býði við hér hægt á ferðum og hér hvað? Hendur á lofti en það er búið að veifa hér og stjörnumenn alveg brjálaðir. Hvað er að gerast þarna á tegnum? Hér eru bara slagsmál. Já, hérna held ég að mér sýndist myndavélin hjálpar örugglega á eftir kaupi en ég ætla að vona að Ellert Reynsson hafi ekki skallað til Ingvars Kale eins og mér sýndist hérðan frá. Já, ég gæti ekki séð betur en við slum bara sjá. Þá er hann bara hrausfætt, hann er rekinn út af. Já, hann lítur að vera. Hann er sendur í bað. Hér kemur þetta. Hann lætur skapið laupa með sig í gönur. Við sjáum að Ellert fær þarna boltan og ætlar að klippa hann í markið, sparkar í Þórð. Sér nú ekki hvar hann sparkar í, en síðan verður bara allt vitlaust. Og hér skallar hann, sjáu þið. Já, hann skallar hann, þetta er klart. Það er nóg. Þannig að sáu þið þetta, þetta var smá barátta þarna í þessum leik. Hvað, þú veist,
Varstu of peppaður eða hvað? Okkar spilamennska og við erum náttúrulega í Evrópu og við erum að fara núna á fimmtudaginn að spila mjög erfiðan leik á móti Aberdeen. Hvernig svona hefur þér fundist strákarnir hafa spilað úr þessu? Mjög vel. Ég hef verið mjög hrifinn af því sem ég hef séð. Ég reyni að mæta á flesta leiki og horfa á flesta leikina með Blikunum og ég hef verið mjög hrifinn af því sem eiga sér stað hérna í klúbbnum. Og sérstaklega undanfarið hefur verið mikill stígandi í liðinu og verið svona stöðugleiki í liðinu. Þannig að líka bara spilamennska þeirra í Evrópu núna á þessu tímabili algjörlega fyrir mér til fyrirmyndar. Þetta svona nálgun sem maður hefur ekki oft séð hjá íslensku liðum að hugrekki sem sýna þegar þeir fara í þessa leiki á móti þessum liðum. Það ekkert verið að sýta tilbaka, það bara verið að keyra á liðin og eins og ég segi, mikið hugrekki í liðinu og þannig að það alveg aðdáunarvert að fylgjast með þeim sérstaklega í þessari Evrópukeppni núna. Já, nú vorum við spiluðum þarna, við erum náttúrulega alveg í dauðafæri núna, sko, Aberdeen, ég veit ekki, hvað maður getur sagt, ég segi bara eins og Óskar, Aberdeen bara ekkert rosalega gott lið, sko, og við erum í dauðafæri, við getum alveg unnið þetta lið, 2-0 eða hvernig sem, en hvað finnst þér, eigum við eitthvað séns? Já, ég myndi svo sem ekki ganga endilega svo langt að segja að Aberdeen sé ekki gott lið en það virðist ekkert að vera að hendi Aberdeen ekkert rosalega vel að spila við Breiðablik með hvernig þess að við komum í leikinn, hvernig Blikarnir spiluðu síðast leikinn hérna heima en klárlega eru við í séns að vissulega er þetta kannski aðeins öðruvísi að spila úti en það verður mjög forvitnilegt að sjá. Ég get ímyndað mér hvernig Blikarnir munu koma í leikinn. Ég myndi áætla að við verðum bara aggressífir á það. Þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig Aberdeen kemur í leikinn, hvernig þeirra nálgun vegna þess að manni fannst þeir vera frekar týndir í sinni nálgun í síðasta leik. Ég held að þetta hafi algjörlega komið með mjög opnum skjöldu, vissilega sérstök byrjun á leiknum, en svo bara einhvern veginn fara þær algjörlega í skotgrafirnar og skipta sínu leikkerfi og þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þeir nálgast þennan leik. Segir Ellert Hreinsson, Evrópubaninn okkar. Heyrðu Elli, takk fyrir spjallið. Já, takk sem mjög. Geggjað að hitta þig. Já, við vorum með spurningu í fyrri hluta upphitunar á móti Aberdeen. Spurningu sem að ég fekk ekki svara þá, en með svar við henni núna. Af hverju fengum við ekki að leika hér á Kópavogsvellinum í þriðju umferðinni? Það voru öll leyfi, en liðið Aberdeen, eða framkvæmdastjóri þeirra, hann neitaði. En það skýtur svolítið skökku við, því að þeir kvörtuðu rosalega mikið yfir vellinum á Laugardalsvelli, bæði aðstöðinni, búningsklefunum og öllu því. Og þess vegna var það svolítið skrítið. En vindum okkur í aðra sama. Við skulum bara kíkja á leikinn sem var á Laugardalsvellinum og sjá mörkin í honum. Hér inn á teginn kemur Botnfjörður skemmtilega útfært og hér skoraði bara eftir 2 mínútur og 28 sekúndur Kristján Ramírez, Bandaríkjamaðurinn. Sjáum hérna Davíð og Scott Brown stendur bara í hlaupalöðinni þannig að Davíð Ingvarsson nær ekkert að fylgja honum. Sendingin frá Calvin Ramsey. Calvin Ramsey liftur honum hins vegar núna á fjær. Scott Brown fyrir lofti og hér er bara 2-0 takk fyrir 2 hornspyrnur og þeir eru búin að skora úr þeim. Já, það er Lewis Ferguson. Hann bara hérna baráttunni Kristinn Steindórsson og þetta er svona var að sjálfsögðu líka hættan því að Brynjar á skeið. Langar sendingunni fram, Árni með hlaupið og Árni tekur hann niður hérna í mikilli baráttu inn á vítandeg Aberdeen og hann er ennþá með fellur við kjörfinn, Gísli er að skora. Þetta var telur bara Árni Vilhjálmsson gerði alla vinnuna. Gísli lærið er í baráttunni og svo sterkur hérna hendur honum fyrir aftan sig, snýr lærað, setja fótinn í knöttin og setja hann fyrir markið. Það sem að Gísli Eyjólfsson var mættur. Breiðablik 1, Aberdeen 2. Skallaðin við kemur hann hér á Davíð. Árni fyrir hlaupið og Davíð er að bíða eftir að geta fundið hann og Árni fær hann hér og þetta er vítaspyrna. Vel gert, Árni Vilhjálmsson. Aftur Vilhjálmsson skora bara öryggi og jafnar hér leikinn.
bara horfir aðeins á Joe Louis, sér hann farinn og setur hann á öryggi bara. Gísli fer hérna fulla færi, setur pressu á Joe Louis, en Joe Louis lyftur hann á bakvið og hér engin rángstað og hér varamaðurinn McLennan og McLennan með sendinguna á Ramírez og hann skorar hér 3. mark Aberdeen. Svo sendinguna hér, ég held að McLennan hafi nefnilega ekki verið fyrir innan. Hún kemur þess að fínu sendingu sem að Ramírez klárar. 3-2, Aberdeen í vil. Þetta þýðir það að við þurfum að vinna útileikinn með 2 mörkum. Því að útivallamörk gilda ekki í þessari keppni núna. Það bara þannig. 1-0 nægir ekki, þá verður vítaspyrnukeppni, þannig að það bara 2-0. Aberdeen spilaði leik í skosku deildinni á sunnudaginn var og á móti Livingston. Það var útileikur, við skulum sjá mörkin þar. Það eins gott að þið getið tamið áhorfendurna á móti okkur Blikunum á fimmtudaginn því að svona skríðslæti verða ekki liðin hjá UEFA sambandsdeildinni. En við spilum við Stjörnuna á mánudagskvöldið. Nú vorum við í dauða færi að nálgast toppliðin. Víkingur og KA gerðu jafntefli 2-2, læri Sveinarars Adda og Valur tapaði 1-0 á móti Leikni. Hotspinnunar oft svona færa boltan og síðan kemur fyrirgefinn. Viktor Karl, allt of auðvelt fyrir hann að koma sér í skotstöðu og hann setur boltan þarna glæsileg í fjærhornið. Þessi varnarleikur ekki upp á og Magnús Ambó svona með, ég veit ekki hvort að þetta kallist hreinlega bara varnarleikur hérna hjá honum. Hann eiginlega búinn að missa af honum bara leið og Viktor Karl tekur fyrstu snertinguna, en það Höskuldur og nú tekur hann í hitt hornið og Blikar eru komnir með 2-0 fórustu hér. Markverðirnir sem að stöðu fari ekki að treysta, en Arnar Darri Stjarnan 0, Breiðablik 2. Þeir skoruðu 4 mörk í fyrirleiknum. Sínu 7. tímabili í Garabænum, hann Eyjólfur Héðinsson. Fín sending, Davíð Örn, þá Höskuldur, hann komin í gegn hann Höskuldur og skorar hér 3. markið af Harfylgi, frábærlega gert þarna hjá Óskar Hrafn Þorvaldsson, glottir hér við tönn að vinna þá í Skotlandi. Sjáum þetta hérna, Björnberg Bríði svona hálf línur einhvern veginn í þessu og þetta svona endurspeglar framistöðuna hérna hjá Stjörnumönnum. Tökum ekkert af Höskuldi, fyrst fram hjá Daniel og síðan Björnberg Bríði. Já, undir pressu hérna núna í seinna vendna fyrir heimamenn. Þeir eru að fá hvert færið eftir öðru og hér skora. Glæsilegu sigur hjá okkar mönnum og Höskuldur og allir lærisveinar hans. Það var geggjaður sigur. Keep up with the good work. Það verður ekki margir áhorfendur Breiðabliks á leiknum í Aberdeen, en það verða nokkrir og þeir ætla að öskra úr sér lungun. Áður við hættum, þá kemur ein sturlu staðreynd. Leikmenn, þjálfarar, eru búin að fara í 16 test vegna COVID-19. Sturlu staðreynd, ekki satt. Framheilaskaði, ég veit það ekki. En við minnum ykkur á leikinn á fimmtudaginn á Stöð 2 Sport. Klukkan 18:35 byrjar útsendingin og minn ykkur á treyjurnar frá REA. Hérna kemur allar upplýsingar það og blikar.is. Farið endilega inn á blikar.is og þá sjáu þið allar þessar upplýsingar sem ég búinn að vera að segja frá hér í dag í þessari uppbytun. Heisi Heisson kveður að sinni og við sjáumst aftur fljótlega. Takk fyrir mig.
sló í gegn eins og karate. Rúla djúpt, ég tek alla með. Bærinn og ég, það sama sem. Og ég man ekki hvernig það tapa ég með keðjunni treyjunni og með pening í teyjunni. Fyrir liðið mitt. Ég bærinn, ég Breiðablik. Metan lígjur á mér svo ég skín. Hver allar að stíga upp til mín. Tali bara, gerið eitthvað.